átíðaferð til dæmis, eins og þróun hefur verið, þá eru flóðgáttirnar að bresta gagnvart einokun ríkisins á áfengissölu. Það hefur bara verið með þessari netsölu, þá getur í raun og veru de facto, held ég, og nú erum við hvorugu mikið að kaupa vín þessa dagana, en ég held þú getur farið og keypt vín í Hagkaup, sko. Já. Er það ekki? Jú. Ég bara veit það ekki. En það allan að vinir mínir eru farnir að panta vín bara heim og frá hinn og þessum batteríunum og svo getur bara farið að sótta hvenær sem eða hvernig það er. Jú, mér skilst að það sé. Það er búið að eiginlega, þú veist, enga leyfa þetta, þú veist. Það eina skrefið sem er eftir er að verði hilla í Hagkaup. Núna er En það er bara svo skrítið að ríkið skuli vera að reka verslanir. Alveg saman með hvaða vöru það er. Að reka verslanir og vera með starfsfólk í því að þetta er... Sko, átíðaferð, og ég er mikla skoðun á þessu máli. Hvað er þá að gerast við eignina sem átíðaferð er á meðan þessi þróun er að verða? Hún er að verða verðlaus. Skilurðu, þú getur selt hana núna sem verslunarkeðju, en hún er að verða verðlaus í þessum tölu orðum. Bara með hverjum deginum er virðið að minnka. Þetta benti ykkur á. Það er málið. En sko út af dogma og út af einhverjum hagsmunum, og ég er sko, mér finnst ekkert sko, ég er ekkert að fara á alþingi sem með það með eitthvað sem fyrsta ástumál nummer 1 að koma víni í verslanir, sko. Þú veist, fyrir mitt líf, mér finnst það ekkert eitthvað höfuðmál, sko, en margir vilja þetta, þú veist, og ef það er einhvern veginn svona yfirgnæfandi vilji fyrir þessu, að fólk vill bara geta keypt þetta þarna, þá finnst mér alveg að megi bara huga mjög vel að því að verða við því, en aðalega, sko, átíðaferð, ég meina, Arnar í Sandi hefur náttúrulega háð mikla baráttu, og sko, hann er náttúrulega á móti þessum röksöndum að átíðaferð takmarki aðgengi að einhvern hátt, sko. Og þá þurfum við náttúrulega, mér finnst að við þurfum að vera svolítið skynsum í stjórnmálum, svona svolítið pragmatísk, sko. Er þetta að takmarka aðgengi eða er það bara einhver mýta sem hefur orðið til í kringum búðina? Skilurðu, er það bara einhver áróður sem er keyrður? Eða er þetta, eins og þessar auglýsingar sem ég gerði grín á Stöð 2 á sínum tíma? Heyrðu, þið verðið að koma með skilríki, þú veist, hvað er þetta að auglýsa? Þú ert að segja bara ungt fólk, komið í búðina bara, hei, þú verð eitthvað fyndnar skilríkja auglýsingar frá ríkisvörslu. Ekkert annað en bara markaðssetning. Já, sem hefur yfirlýst markmið að sko takmarka aðgengi en frekar ungs fólks af því að 18 ára að drekka, það er náttúrulega, sko þegar maður er 18 ára þá er það alveg ungt sko að drekka. Ég meina að mörgu leyti þó að maður hefði byrjað að drekka þegar maður rúlingur og það gerir það margir ennþá, það er alveg ungt að drekka 18 ára, skilur, þú hugsar út í hvað, ef maður sér það núna, sko, hvað 18 ára er bara krakki, skilur, maður vill ekki sjá þetta blindfullt, sko, þú veist, það er ekki sjón að sjá, en þú veist, þegar maður gera þetta. Það breytir einhver, sko, þó að, sko, þetta veri selt og það veri einkaaðilar sem rækju þessar verslanir vínbúðina og það veri bara sama fyrirkomulag með opnunartíma og svona, þá er aðgengið nákvæmlega það sama. Það er það sem margir er að benda á núna er að það er ólöglegt náttúrulega að þeir sem eru með langskýrustu skilríkja kröfurnar núna eru netverslana eins og þú ert rafræn skilríki til þess að fá áfengi, sko. Akkurat. Þannig að ef þetta er, þú veist, ég aðalega bara að menn séu heiðarlegir með röksendina síðan. Ef þetta er aðgengismál, skilur við, verið þá heiðarlegir með hvað hefur þessi áhrif á aðgengi sem við viljum hafa, sko. En svo er líka bara eitthvað prinsip í mér, sko, þú veist, ef fólk vil drekka sig fullt og kaupa vín til búð og gera það, þá bara, þú veist, ég er ekki farið stjórnmál til þess að stjórna því, sko.